En fyrst þetta orkuskipti í samgöngum ein af stærstu áskorununum í umhverfismálum, skuldbindingar okkar í loftslagsmálum að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, aðallega koldíoxíðs eða CO2, minnka notkun þá jarðefniseldsneytis, bensíns, dísels og þegar kemur að brennslu jarðefniseldsneytis eru samgöngur stærsti geirinn á Íslandi með rúmlega helmingshlutdeild losunarinnar eða notkunarinnar. Og losun frá vegasamgöngum hefur aukist og þegar það kemur að bruna jarðefnaeldsneytis munar mest losun frá bílum og skipum. Og Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri Íslenskrar nýorku, hefur langt árabil unnið að þessum máli. Jón Björn, velkomin. Takk fyrir. Það var langur inngangur. Sko, þið stofnuðu Íslenska nýorku 1999. Já. Langt á undan áður við fórum að hugsa þetta, sko. Og þið leidduð þá þetta vetnisverkefni sem að þó nokkuð margir komið að. Segðu mér svolítið bara frá upphafinu á þessu verkefni. Já, það þannig að Daimler var að skoða möguleika á nýtingu á metanóli og vetni í sinn samgönguflota og sérstaklega á stærri farartæki. Og á þessum árum eða árunum og undan hafði Bragi Árnason verið að skoða metanólframleiðslu á Íslandi í tengslum við járnblendiverksmiðjuna, nota útblásturinn frá járnblendiverksmiðjunni og framleiða vetni og blanda í metanól. Nú á sama tíma var nefnd á vegum ríkisins sem að Finnur Ingólfsson skipaði og Hjálmar Árnason leiddi sem að fjallaði nýtingu á íslenskri orku í annað heldur en stóriðu. Já. Og þegar þessir aðilar hittust þá kom þessi hugmynd að stofna þetta verkefni sem endaði enda sem fyrirtæki. Já. Og skoða möguleika þess að nýta vetni eða metanól á Íslandi fyrir samgöngutæki til framtíðar. Já. Þannig upphafið. Það sko mörg ár síðan að þetta var. Og þetta var rekið af þá Daimler Shell og Norsk Hydro, það ekki? Og Íslenska ríkið kemur þarna að þessu? Já, og Íslensk orkufyrirtæki. Já, en þið byggið fyrstu vetnistöð landsins? Já, við byggjum fyrstu vetnistöð í heimi sem var svona almenningsvetnistöð og það var til þess að knýja þá fyrsta flota af strætisvögnum frá Daimler. Á þessum tíma höfðu stóru bílafyrirtækin lýst því yfir að í kringum 2003-2004 myndi aukast úrval af bílum og þetta væri svona rannsóknar- og þróunarverkefni sem myndi leiða inn í raunverulega þá framtíð sem menn áttu vona og væri komin í gagni í kringum 2003-2004. Já. Nú, þessi framtíð frestaðist og raunverulega kom ekki vetnisbílar á einhvern markað fyrir 2015 sem er 12 árum seinna heldur en við byrjum á að keyra vetnisvagna í Reykjavík. Já. Þannig að þetta bara svona þróunarferli sem tók mun lengri tíma heldur en menn bjöggust við. Ég meina árið 1999 var einhver að hlusta? Já, það var talsverður áhugi á bæði á Íslandi og erlendi, sérstaklega erlendir aðilar. Hingað komu held ég það bil 88 erlendir fjölmiðlamenn þegar þetta var vígt. Menn höfðu áhuga að sjá hvernig þessi fyrstu skref gætu verið tekin. Íslandi náttúrulega ásamt kannski Noregi, draumarland, vistvænna tækni af því að við höfum svo mikið af endurnýjanlegum orkulindum. Og áhugin var gríðarlegur og þetta var sjónvarpað út allan heim þegar við vígðum þessa vetnistöð á sínum tíma. Já, akkurat. En síðan líða þessi ár og kannski þú veist að því að það komi raunverulega að því að knýja farartækin með þessu. Að þetta sko farið það langt tók náttúrulega þennan tíma. Já, það sem gerist kannski í mildtíðin að menn, við lendum náttúrulega í kreppu hérna á Íslandi en bílaiðnaðurinn í heild sinni lendir í kreppu á sama tíma og Ísland lendir í fjárhagskreppu. Þannig að á þeim tíma var hægt á öllu þróunarferli hjá bílaframleiðendum og menn heldur bara áfram að knýja þetta á bensín og dísel. Já. Nú, síðan kemur í kringum 2007-2008 þessi rafbílaþróun, það er að segja rafgeimabílaþróun að aukast talsveit mikið. Menn eru að prófa verkefni í Frakklandi og Noregi og Danmörku og hingað og þangað. Og reyndar á þeim tíma höfðu menn ekkert allt of mikla trú á rafbílum. Þetta voru menn töluð að rafgeimandi væri mjög mengandi, dragi væri mjög lítið, áhugi almennings var lítill á bílunum. Þannig að menn svona, þú lendir eiginlega því að menn höfðu heldur ekki trúað því. Já, og efasemdir þarna. Það voru talsveit mikið efasemdum og raunverulega fyrsti bílaframleiðandinn er Mitsubishi sem að kemur með bíla í 2009 og þá tengslu við virkjanaframkvæmdir á Hellisheiðinni sem var keyptar túrbínur frá Mitsubishi. Já, rafbílar það. Já, rafbílar og í tengslu við samningin Hellisheiðarvirkjun. Að þá var gerður samning við Mitsubishi, ríkið gerður samning við Mitsubishi að taka inn fyrstu Mitsubishi Aimi rafbíluna sem eru framleiddir af stóru bílaframleiðendunum. Og síðan lendum við meira í kreppu og þessir bílar hækkuðu gríðarlega í verði áður en þeir komu til landsins og það endaði með því að Íslensk nýorka keypti þessa fyrstu rafbíla. Já.
og legði út til orkufyrirtækjanna og stýrið var með þessu öfugu megin og þetta var litlir bílar og þetta kostuð yfir 9 milljónir stykkið á þeim tíma og einhverjum 4 seta bílar. Þá sögðu menn að við varum algalnir, sko, þetta væri engi framtíðis og þetta væri tómt rugl, sko, allt og dýrt og þetta myndi taka miklu lengri tíma. En nú erum við komin á allt annan stað. Sko, rafbílar eru í almenningseigu í meiri mæli. Já, það gerist ansi hratt þróunin svona 2011 til 2013. Þá gríðarleg breyting í viðhorfi bílaframleiðenda og við sjáum mikil framfaraskref í rafgeimum. Og þessi lithium batteri sem eru núna allsráðandi á markaðnum, þau koma inn á markaðinn, líftíminn þeirra miklu meiri, það að ná miklu meiri drægn út úr bílunum. Bílaframleiðandi finna lausn á því að bílinn lítur út eins og hefðbundi bíll og uppfyllir þær kröfur sem almenningur gerir til bíls yfirleitt. Vandamáli var ennþá náttúrulega ákveðið drægnimál sem kannski svolítið í umræðinni. Við getum kannski komið að því seinna en almennt kemur bara nokkuð fjölbreytt úrval af bílum á markaðinn. Verðið svona í lagi með ívilnunum og Norðmenn og Ísland taka þarna mikla fórustu í þessum að vera með ívilnunum fyrir þessa bíla og erum raunverulega fyrsti svona stóri markaðurinn sem tekur virkilega við sér að kaupin bíla. Ísland svona kannski 3 árum á eftir Noregi. Noregi náttúrulega alveg langfremst í. Já, þeir eru kannski lengst en það kannski mestar ívilnunum þar. Þeir höfðu það fram yfir Ísland, sko, að við erum með alla sömu ívilnunum nánast og Norðmenn. Að því undaskild að við gátum ekki opnað strætóakreinar. Við höfðum ekki þessar strætóakreinar sem voru allt hjá þeim. Þannig að þeir opnuðu þær fyrir losunarfría bíla og það breytti svo miklu fyrir fólk sem bjó í úthverfi Osloborgar að það strætóakrein inn hjá Oslo og fólk gat stytt sinn ferðatíma næstu í klukkustund með því að keyra á strætóakrein inn í borgina og strætóakrein út úr borginni og þannig tóku þeir þessa fórustu sem þeir eru með enn þann dag í dag. Já, rafbílavæðinguna. Við erum ekki að tala bara rafbíla, sko, við erum að tala vetnisbíla og metanbíla. Já, sko, hvar erum við stödd í þessum orkuskiptum? Já, þetta svolítið áhugaverð umræða, sko, metan eitthvað sem við erum að framleiða í dag upp úr Sorphaugum og mjög mikilvægt að brenna því og nú verið að fara að byggja gaskerastöð sem 3-faldar magn metans held ég ef ég man rétt í umferð. Já, og opnar í febrúar. Já, og þetta mjög mikilvægt að við nýtum þetta metan, á hvaða hátt við nýtum það eitthvað sem getur svo sem rökrætt en það talsvert úrval af metanbílum. Það var hérna á sínum tíma komið upp, það voru mikið að breyttum bílum í umferð og sömur þeirra voru ekki breyttir á þann hátt sem það hefði þurft að gera og umræðan í samfélaginu var neikvæð metanbíla. Og einhvern veginn hefur gengið erfilega að komast yfir þennan hjalla en ég meina það eru mjög margir bílaframleiðendur að framleiða metanbíla, það eru sömu ábyrgðir á metanbílum og öðrum bílum. Verðið á metan hagstæðara heldur en á bensín og dísel. Já, þú fær niðurfellda skatta, skilst mér líka. Já, það afsláttur af innflutningsgjöldum. Þannig að eiginlega hefur maður svolítið furðað sig á því að akkur metan hefur ekki náð betra flugi heldur en það í dag. Nei, akkurat. En við vonum allan að með opnum gaskerastöðvarinnar að þá aukist umræðan og nýjum möguleikana. Já, og náttúrulega frambóðu líka af þá dælunum eða það sem þú getur fyllt á. Þetta eru fáir staðir. Já, og það líka spurningu. Það er Akureyri líka. Það er spurningu stærri bíla. Ég meina Strætó og Akureyri hefur tekið í notkun metan þrætsvegna. Það er möguleiki á flutningabílum og öðrum slíkum sem að getur notað mikið magn og þurfa ekki við innviði út allt. En þannig að það eru talsvert tækifæri í aukinni nýtingu á metani eins og staðan í dag. Já, algjörlega og þetta náttúrulega, sko, það græði allir á þessu vegna að þetta sorpið okkar. Já, þetta úrgangur. Við losnum aldrei við hennan úrgang, sko, og það besta sem við getum gert að gasa hann, eða það sem ekki endurvinnum beint, að gasa það og þá þurfum við að brenna þessu metani og það þarf að nýta það. Ekki getum við sleppt út í andrúmsloftið. Nei, metangasið, sko. En hvað með og svo það vetni? Já, vetni... Í fólksbílum ef við hugsaum þá? Já, vetni komið á markað aftur og það búið að byggja 2 stöðvar og 3. opnar innan skamms og það eins með það reyndar, það vantar fleiri innviði út á land og svo framvegis til þess að bílar geti farið víðar. Við horfum samt svolítið mikið á vetni fyrir stærri tæki. Ég skil. Rafbíllinn frábær, þar að segja rafgeimabíllinn frábær í þessu snatti og raunverulega þú getur tekið núna auðveldlega radíus í kringur Reykjavík sem 150 kilometrar og fólk getur auðveldlega keyrt fram og tilbaka án þess að hafa áhyggjur af rafmagninu. Já. Þannig að aftur á móti vetnið þannig að þú ert náttúrulega með sama áfyllingatíma og með bensín, þú tekur bara 3 mínútur að fylla bílinn. Nýjustu bílar að fara 600-700 km og nú verður að tala 1000 km drægni á þeim bílum sem bara sambærilegt við bensínbíla. Þannig að ég held sko að þetta ekki annað hvort eða. Nei.
þegar við erum að ræða þetta þá er menn oft farið í svona flokka, við eigum öll að fyrir rafgeymabíla, við eigum öll að fyrir þetta eða eitthvað. Þetta verður ákveðin fjölbreytni í framtíðinni. Vetni hefur marga kosti fram yfir rafgeymabíla, en rafmagnið er ódýrara og rafmagnið er nýtnara, það er að segja rafgeymabíl er alltaf nýtnari heldur en vetnisbíl. En það verður erfitt til dæmis að knýja skipaflotan, það verður erfitt að knýja allar rútur, flutningabíla og svo framvegis á rafgeymum. Þannig að þar geti vetni til dæmis komið inn sem mjög góður kostur. Nú í bílaleigu hefur við gengið erfiðlega að fá fólk til að taka inn rafgeymabíla og erlendi ferðamenn hafa ekki sótt mikið í að leigja þessa bíla. Það þýðir það að eftirmarkaður á notuðum bílum á Íslandi er með takmarkað úrval af rafgeymabílum vegna þess að stjórnast aldrei mikið af bílaleigunum. Og það væri þá stór kostur ef að þeir getur nýtt annað eldsneyti og ef vetni væri náttúrulega mjög auðvelt af því að við erum að heyra að fólk sem er að leigja bílhjóðbíla keyrir núna Gullnarhringinn og þaðan á Jökulsárlón og svo heim aftur á einum degi og það er erfitt að rafgeymabíl. En það verður þá frekar á vetnisbíla eða metanbíla, en þetta mun vera allt eins og þú sér fyrir þér, vera allt í bland. Ég held að staðan núna. Ég held að þeir sem alltaf segja að þessi eldsneytismarkaður verði einfaldar í framtíðinni, þeir hafa ekkert endilega rétt fyrir sér. Því svo ertu með enn frekari útgáfur, sko, þú ert með, menn eru að skoða ammoniak, menn eru að skoða metanól, metanól er framleitt núna til dæmis að carbon recycling í Svartsengi á Íslandi og blanda í bensín og það er að nota það á skip og það er að nota það í jafnvel efnarafala fyrir bíla í framtíðinni. Menn eru að skoða loftþrýsti bíla sem er eitthvað sem að gæti gerst, við vitum ekki en þetta er dag. Það er ýmis flóra í gangi. Þannig að ég held að við séum ekkit endilega vitum ekki í dag, þeir sem segja í dag, ég veit hvernig framtíðin verður, það verður áhugavert að heyri þeim. Sko Jón Björn, sko samt sem áður, þetta eru til dæla nýjir bílar, sko þeir sem eru rafmagnsbílarnir, vetnisbílarnir, sko er komin næg reynsla á hvernig svona bílar endast? Já, ekki í vetnisbílunum getur við sagt. Þeir eru nú frekar nýlega konur að marka búin að vera kannski 2-3 ári en það sem er helst er að menn eru að keyra leigubíla núna í Frakklandi og Danmörku og Noregi sem vetnisbíla. Þeir eru náttúrulega verið að keyra kannski 70.000 km á ári og það hefur reynst mjög vel. Þannig að það er búið að keyra slíka bíla í nokkur ár, þannig að það hefur verið að keyra á nokkur 100.000 km yfir það tímabil sem er svipað á líftími hefðbundins bensínbíls og þessi bílar kom í dag með sömu ábyrgðir og bensínbílar. Rafgeymabílarnir aftur á móti held ég að sé komið bara mjög góð reynsla. Norðmenn byrjuðu svo snemma og þar hafa menn séð bara líftíman mun betri heldur en raunverulega bílaframleiðendur byggust við í byrjun. Þannig að bílarnir, þeir sem ætla að segja í dag, ég ætla að bíða að kemur betri rafgeymir eða betri rafbíl, það er alröng nálgun. Við erum alveg komin nógu langt. Já, tæknin er alveg tilbúin í dag og uppfyllir, ég er búin að keyra rafbíl ég veit ekki hvað mörg ár og ég hef aldrei lent í vandræðum með rafbíl. Þannig að og eftirmarkaðurinn er bara ljómandi fínn sko í dag þar sem endursöluverð á rafbílum er haldist bara mjög vel og ef við berum sérstaklega saman við Noreg það er bara mjög gott endursöluverð á rafbílum eða við bara berða saman við hefðbundna En þú talaðir rafgeymina þeir verður núna orðnir betri vegna sem maður hefur heyrt efasemdaraddir að sko þetta væri spillandi fyrir umhverfið þar að segja að þú þurftir að henda þeim og þeir færu, sko það var ekkert hægt að gera neitt við þessar rafgeyma, þeir eru bara urðaðir eða eitthvað svoleiðis. Er það vandamál? Nei, þarna kemur aftur sko að þegar rafbíll er raunverulega búinn í bílnum, þá er hann kannski 10 ára gamall, 8-10 ára gamall. Hann er kannski búinn að tapa 20% af getinu og því það ekki GSM-síma bara á þessu 2-3 ára tímabili sem við eigum GSM-síma, þá er hann búinn að tapa 20% af getinu. Já, akkurat. En þegar þú er búinn að með rafgeyma sem að tapa 20% af getinu, þá er þetta notað bæði til geymslu og raforku, til dæmis í vindorkuverum og öðru slíku, af því að það skiptir verði meira máli og þú getur bara staplað upp rafgeymum. Þeir getur nýst í skip, þeir getur nýst við sem varaafl fyrir spítala eða mismunandi staði. Þannig að líftíminn þeirra er horft á eiginlega meira og minna sem 20 ár. Síðan er endurvinnslu geta núna í dag orðið 97% við að heyra að all efni sem er í rafgeym í dag í þessum nýju rafbílum er þetta endurvinna 97% af þeim. Þannig að förgun á rafgeymum sjáum við ekki sem vandamál. Það er aftur á móti umræða sko, það eru náttúrulega efni í öllu sem við notum og í rafgeymum er kóbalt sem er framleitt mest í Kongó og þar höfum við séð vídeo af börnum vinna í námum öðru slíku. Við höfum heyrt að lithium námum í Suður-Ameríku og Kína. Þetta er ekkert verri námur heldur en af öllum öðrum efnum sem við erum að framleiða.
Menn hafa þó verið að tala það eins og Amnesty International hefur komið inn á það að við þurfum að fá okkur svona eins og svansmerki fyrir rafgeyma sem heita þá ethical batteries eða siðferðileg batteri eða hvernig það að það þarf að fá stimpil á batteri þannig að þau séu svona siðferðileg, þá vitum við að þau eru unnin með bestu tækni og þeim fargað með bestu tækni. Og með góðan aðbúnað starfsfólksins og mannúðlegan hátt, eins og sagt er. Já, þú segir að þetta hafi verið mikið en erum við komið nógu langt í orkuskiptunum? Miðað við öll þessi markmið okkar? Já, sko, ef við horfum á, við erum náttúrulega næst fremst í heiminum raunverulega orkuskiptum, sem náttúrulega bara frábær árangur, en það höfum við kannski betri auðlindir heldur en margir aðrir að knýja þetta með vistvænum auðlindum. Þannig að ég held að við séum að gera vel. Ríkið hefur verið, við kvörtum mjög oft yfir því að ríkisstjórnin gerir ekki nægilega mikið. Ég verð að segja það að þær ívilnanir sem hafa verið í gangi á Íslandi eru bara með þeim bestu sem fást í heiminum. Við gætum náttúrulega alltaf gert betur, þetta kostar allt peninga og þú getur rifist hvort við með pening með orkuskipti eða heilbrigðismál eða þetta er önnur dilemma. En það sem er verið að gera er mjög gott og það eru tillögur sem liggja fyrir frá skattanefnd núna sem eiga komin í fjárlög næsta árs og eiga verða lögum 1.1.2020. Ef að þær allar fara í gegn þá fáum við ívilnanir fyrir strætisvagna, þá fáum við ívilnanir fyrir flutningabíla, við fáum enn betri ívilnanir fyrir losunarfría bíla almennt, fyrir fyrirtæki og bílalegur. Þannig að það er enn mjög gott skref. Við erum reyndar að þrýsta núna á fjármálaráðuneyti og fleiri aðila að þetta verði fari örugglega inn í fjárlögin og taki gildi. Taki þetta allt saman gildi erum við bara nokkuð góðum stað. Þetta eru skattaafslættir? Ýmiss konar. Já. Nú, það má heldur ekki gleyma því að við erum að keppa við iðnað sem er eitt stærsti iðnaður í heimi, sem er olíuiðnaðurinn og bílaiðnaðurinn. Og menn gleyma því oft að frá 2009, þegar fyrstu rafbílarnir komu, til í dag, sem 10 ár, þá er búið að framleiða 3 milljónir rafgeymabíla. Á sama tíma er næstu búið að framleiða 1 milljarð af bensín- og dísilbílum. Akkurat. Þannig að ég held að menn gleymi því oft þegar við erum að tala hvað þetta að gerast hratt. Þetta er að gerast rosalega hratt í Noregi og Íslandi. Það er því miður allt og lítið að gerast annar staðar. Og bílaframleiðendur verða að komast í það að framleiða bæði rafgeymabíla, metanbíla, vetnisbíla á sama skala og ef verið að framleiða bensínbíla. Þess að þá verður verðið samkeppnishæft, þá verður fleiri bílar í umferð, það verður auðveldara að byggja innviði, þannig að þeir verður samkeppnishæfir í verði við annað. En þetta við á Ísland og Noregi stjórnum þess ekki. Ef að heimurinn ákveður að rafgeymabíla ganga ekki fyrir Ameríkumarkað, Þýskalandsmarkað eða Japansmarkað, þá munu þeir ekki aukast í framleiðslu. Er ekki Kína líka mikilvægt í þessu? Kína er eiginlega mikilvægt í dag. Þeir eru eiginlega verða bara flottastir. Ég fór að heimsókja til Kína nýlega og í tengslu við það sem að því að strætisvagnarnir sem að Strætó tók í umferð eru frá Kína, sem er reyndar fráætt að hæla Strætó í hástert fyrir það framtak. En þar eru menn að framleiða rafmagnsvagna eins og engis í morgundagurinn og rafmagnsbíla fjölbreytta og stofna ný fyrirtæki og svo framvegis. Og þar eru heilu borgirnar búin að skipta út 20.000 vagna yfir í rafmagnsvagna. Auðvitað er rafmagn ekki framleitt á alveg nóg að vistvænan hátt í Kína en þeir eru að vinna því líka. En það sem ýtir þeim kannski öðruvísi, þeir eru ekkert að velta fyrir sér Parísarsáttmála eða loftslagsmálum. Fólk er bara að deyja úr mengun. Það er bara að kafna. Og þeir verða að leysa þetta, annars bara deyr fólkið þeirra. En það er mengunin þar, sko, losunin náttúrulega sjálfur sér ekki mengun, gróðurhúsalofttegunda, en það er mengunin þar sem að... bara að drepa fólk, ég meina þú sérði ekki til sólar svo vikum skiptir og það hefur ítt þess á stað og þeir byrjuðu á því að hreinsa upp borgirna með því að koma með rafbíla og strætisvagna og annað og þeir reyndar á kafi í vetninu líka og síðan það sem þeir eru að gera núna er að fyrir utan borgirnar eru þeir að byggja einn stærstu sólarorkuver sem er í byggingu, eina stærstu vindmylluver sem er í byggingu í heiminum og að því að þeir þurfa að fá rafmagnið inn í þessar borgir á vistvænan hátt og loka kólorkuverum. Og þessi saga að kólorkuver sé opnað 1 í viku á Kína, það er búið. Núna eru þeir að loka kólorkuverum, þannig að þeir eru að fara í hina áttina og þeir verða konið fram úr Vestur-Evrópu ef að Vestur-Evrópa gýrar sig ekki svolítið upp á næstunni. Þegar Kínverjar taka sig til að þá gerast hlutirnar á stórum skala. Já. Og kannski hraðar en ella. En hérna, mig langar að spyrja þig, Jón Björn, sko þið hjá Nýorku, hvað eru þið núna að stúsa aðalega? Sko við erum alltaf, eins og við hefum komið fram á, erum við búin að vera nánast með puttan í öllum þessum verkefnum að koma þessu stað. Það sem við horfum dálítið mikið til núna eru stærri faratæki. Og við höfum mikinn áhuga ef við horfum á trukka, ef við horfum á strætisvagna, ef við horfum á rútur.
þar hefur lítið sem ekkert gerst, eins og ég segi, Strætó BS og þeir á Akureyri hafa tekið fyrstu skrefin, en við sjáum enga rútur sem að keyra með ferðamennina. Það sorglegt að lenda á Keflavíkurflugvelli þegar við fáum ekki rana og við keyrum á dísilstrætó upp að flugstöðarbyggingunni sem örfáir metrar. Þar eru fjöldamörg tækifæri, en enn og aftur engar ívilnanir fyrir þessi tæki í gangi í dag og því samkeppnin erfið við bensín og dísil. En eru þið að selja eldsneyti? Nei, við erum ekki að selja neitt nema bara, við erum eiginlega svona hálfgert NGO, við erum einkafyrirtæki en markmið okkar að skipta út jarðefnaeldsneyti og eigendur okkar eru orkufyrirtækin og ríkið sem hafa það markmið að við eigum að búa, finna tækifæri, búa til verkefni sem leiða til þessar orkuskipta á öllum sviðum. Og eins og til dæmis rafbílar í dag, við teljum okkur ekki þurfa að gera neitt mikið þar að öðru leyti innviði, að því rafbílar seljast bara. Og þeir eru bara að verða kommersial vara, þá þarf New York ekki að vera með puttan í því að selja rafbíla. Nú vetnisbílar að taka fyrstu skrefin, þannig að við erum með puttan í því svipað og við gerðum með rafbílana fyrir 10 árum. Nú trukkarnir eru alveg nýflóra, þannig að við erum mikið í bréfaskiptum við erlenda bílaframleiðendur hvaða möguleikar eru á rafmagni, á vetni, á metani og svo framvegis með trukka. Og ég viðræði við þá aðeila sem reka slíkt tæki á Íslandi og síðan það að fara til sjós. Og fyrsta skrefið tókum við þar til dæmis sem verkefni með norðursiglingu á Húsavík, hvalaskoðunarfyrirtæki þar. Akkurat, Þeir tóku skref sem var alveg stórkostleg framfara skref með því að setja rafgeyma um borð í eitt af sínum hvalaskoðunarskipum, hafa gert síðan annað. Og ég held að Herjólfur væri ekki að fá batteri ef að þessi fyrirtæki norðursigling hefði ekki tekið sér til og sett batteri um borð. Og ég held að það verði að hampa ríkinu, þetta einhverja deilu núna Herjólfur sem snýst eitthvað allt annað, en það að Herjólfur skulle verða rafknúin stórkostlegt. Það er margt að gerast og þið eru svo náttúrulega þá bara þessi boðberi. Já, við erum oft, ég segi stundum við séum köngulóin sem að tengja saman aðila. Fyrirtæki, samtök eða eitthvað. Já, finna réttu aðilana, til dæmis svo nýja Hafrannsóknaskipið sem að þjóðagjöfin. Við leggjum á það mikla áherslu núna í viðræðum við opinbera aðila og alla að þjóðagjöfin verði ekki knúin einhverju fornaldar eldsneyti. Þetta á ekki að vera risaðila. Þjóðagjöfin verður siglingu hér þegar ég verð búin að vera í kistu í 30 ár ef ég næ meðalaldri. Já, ég skil. Og ekki að hafa það á olíu. Nei, ég veit. Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri Íslenskrar nýorku, takk kærlega fyrir að koma hingað í 21. Takk sömuleiðis. Og þetta stórt málefni og mætti ræða það mikið lengur áfram. En við ætlum að fara í allt annað. Prókar, bílaleigan ennþá starfandi. Við ætlum líka að tala við hana Jóhönnu Vigdísi Arnardóttur hvaða nám maður á að velja sér.